Í þessu stutta myndbandi verður veitt innsýn inn í starfsemi afrekssviðsauka sem er hluti af afrekslínu félagsins ásamt afreksskólanum og svo styrktarþjálfuninni. Afrekssvið heitir afrekssvið Flensborgar og Hauka og hefur verið starfað síðan 2006 eða 2007. Hófst sem tilraunaverkefni en hefur nú fest sér rækilega í sessi og nú er alltaf 1/5 nemenda Flensborgar sem sækir afrekssvið hjá einhverju hafnfirsku íþróttafélagi. Afrekssvið er þannig byggt upp að það eru kenndir 2 áfangar á hverri önn, annars vegar svokallar LSL áfangi sem snýra þá líkamlegri þjálfun og svo AFX sem er þá íþróttatækni þjálfun eða þjálfun í íþróttagrein viðkomandi nemenda. Í dag er það þannig orðið að það var ekki þannig í upphafi en nú er það orðið þannig að nemendur á öllum helstu brautum geta verið á svokölluðu íþróttaafrekssviði. Hér inn á heimasíðu Flensborgar undir námið og skólanámskrá að þar sjáum við uppsetningu þessar helstu brauta og þá sjáum við að það er hægt að velja afrekssvið á félagsfræðibraut, alveg eins á málabraut, náttúrufræðibraut eða hvað sem er. Það virkaði þannig að kjarnáfangarnir á til dæmis í þessu tilviki félagsfræðibraut eru hefðbundnir félagsfræði áfangar ásamt hefðbundnum áfangum en hér undir íþróttaafrekssvið eins og við sjáum að þá koma inn áfangar sem eru kenndir af í rauninni kennurum eða þjálfurum íþróttafélagsins. Þessir lítuðu áfangar sem að kalla hérna liftingar og afrekssþjálfun, þetta er sem sagt LSL og AFX áfangarnir. Þeir eru kenndir af þjálfurum íþróttafélagana og þetta eru 8 áfangar sem eru í boði sem miðast við að 8 einseininga áfangar sem miðast við það að 1 áfangi af hvoru sé tekin á hverri önn. Og að meðaltali eru krakkar 4 ár, eða eiga að vera 4 ár með skólan og það er þá allar þar annir hægt að sækja þessa áfanga. Svo til þess til viðbótar eru stuttir áfangar íþróttameiðsl, skyndihjálp og íþróttafræði. Þessir áfangar hafa þá komið í staðinn fyrir það sem áður var íþróttakennsla, hefðbundin íþróttakennsla. Þannig að því hefur það verið skipt út fyrir þessa áfanga. Nemandi sem kemur inn á fyrsta ár í Flensborg, hann á pappírinu byrjar í áfanga 101 og önnuna eftir það ef allt hefur gengið vel fyrir áfanga 201 og svo koll af kolli. Sá nemandi sem ætlar að vera skemur en 4 ár með skólan getur sótt fleiri en 1 áfanga hjá okkur á önn. Þannig að það er engin fyrirstaða nemandi sem ætlar sér að útskýrast á 3 eða 3,5 að hann getur náð öllum þessum áfengum hjá okkur. Það sem hins vegar gerist er að nemendur eru kannski ekki að læra námsefni úr 101 og ég ætla að útskýra það hérna í kjölfarið á þessu. Það sem virka þannig að LSL áfanganir þar er hérna í þessu yfirlitsskjali hér má sjá á auðveldan hátt hvernig þetta er uppbyggt. 101 þar er þetta efni kennt fyrirkomulag styrktarþjálfunar og starfræn styrktarþjálfunar sem er svo hugmyndafræði sem við erum að vinna eftir í styrktarþjálfuninni hjá félaginu. Næsta áfang er þá liðleikaþjálfun og þannig koll af kolli. Þannig að við erum að taka fyrir ólík efni á hverri önn. Hugmyndin þessu var svo að auðvitað það sem að sumir gera og var gert í upphafi að láta þetta vera bara auka æfingu, viðbótaræfingu við æfingamagni hjá flokknum sem einstaklingurinn er í, að þá ákveður frekar að nýta þennan tíma í meiri kennslu og meiri fræðslu. Þannig að þessir tímar eru langoftast ekki sérlega líkamlega krefjandi þó það komi alveg fyrir en svona meðaltali eru þeir léttar í kantinum og áherslan er meira á kennslu og fræðslu heldur en eitthvað æfingamagn.
Markmið eins og LSL áfangarnir settur upp, þessi líkamlega þjálfun, markmið að eftir þessa 8 áfanga að þá standi uppi mjög meðvitaður og mögulega sjálfstæður íþróttamaður sem að veit ýmislegt til dæmis liðleika þjálfun, meiðslaforvarnir, ólympíska lyftingar, hvernig á að búa til æfinga áætlanir fyrir sjálfan og svo framvegis, en hafi ekki á þessum 4 árum pluss mínus eitthvað einungis farið á eina æfinguna, sem sagt í staðinn fyrir að æfa 9 sinnum þá eða 10 sinnum þá vikuna. Það er ekki hugmyndin með afrekssviðinu. Þannig að hver einasti áfangi er skipulagður hjá okkur, þannig að það liggur fyrir hvað er tekið fyrir í hverjum einu tíma, og hér sjáum við lýsingu á LSL 101, hver markmið áfangas og svo framvegis. Örstutt hérna námsmatið sem við sjáum hérna neðst. Það er tvenns konar námsmat í boði. Við erum búin að pröfukera þetta núna í 1 ár og hefur reynst mjög vel að það er að bjóða upp á símat, og það er það þannig að í staðinn fyrir hefðbundið námsmat sem að byggir á mætingu 60%, mætinga vega 60%, bóklega prófið sem er í loka áfangans, það er yfirleitt bóklega próf, það er reyndar í nokkrum áfangum verklegt próf líka, það vegur 30% og verklegu próf sem allir fara í gegnum 10%. Nái nemandi að sækja alla tímana og taka þátt í þeim öllum, að þá hefur hann náð símati og þá er námsmatið 80-10-10. Það er að segja hann er þá þegar komið með 8 í einkunn og getur með því að skora þokkalega úr bóklega og verklega prófinu. Það er ekki eins og standa sig gríðarlega vel þar til þess að ná 9 og jafnvel 10. Þannig að það er svona svo leið sem við fórum til þess að búa til hvata að láta alla taka þátt í æfingunum, og það hefur reynst mjög vel og ekki útlit fyrir að við hverfum frá því að bjóða upp á þá leið. Þetta eru LSL-afangarnir, þeir eru 8 talsins eins og ég sagði, 1 á hverju önn. Nú á heimasíðu afrekssviðsins, sem er lokuð síða, er haldið utan upplýsingar mætingar og annað slíkt, og tímasetningar kennslustunda, þær hafa haldist nokkuð óbreyttar síðastliðin ár, þar sem að fyrsta árs nemar sameinast úr öllum íþróttagreinum og eru á mánudögum frá 7:40 til 8:40. Annarsnemar úr öllum, það er að segja í LSL-afangunum, annarsnemar úr öllum greinum hafa sameinast á miðvikudögum 14:30 í LSL, og þriðja árs, það er ólíkt eftir hversu margir eru, en þriðja og fjórða árs nemar voru saman nú síðast á 50 kl. 7:40, en hafa líka verið á miðvikudögum kl. 15:30, það er að segja fjórða árs nemar. AFX áfanganir, í þeim sameinast kynin í hverri íþróttagrein, og það hefur verið kynjaskipt, við byrjum kynjaskipt í fyrra, þar sem að stelpur voru á föstudögum 15:30 fyrir áramót til 16:30, og strákar, og það hefur nú snúist við, en venjuleg tímin er hérna á þriðjudögum í risanum kl. 11:50 til 12:50. Þetta er tækniæfingin í fótboltanum. Tækniæfingarnar AFX í handbolta og körfubolta hafa farið fram kl. 6:50 á 50-dagsmorgnum uppi á Ásvöllum. Inn á þessari síðu eru einnig allar upplýsingar það er að segja í raun allt námsefni í hverjum og einum áfanga. Þannig að hér er til dæmis sér flokkur fyrir LSL 101, starfræðan styrktarþjálfun, og þar eru þá fyrirlestrar og lesgreinar sem að viðkomandi á að fara í gegnum, og einnig í mörgum áfengum, LSL-áfengum, notustu við myndbandstæknina og til þess að veita
veita nemendum svona sjónræna endurgjöf á tækni í ákveðnum lyftum og öðru slíku. Og svo að samanskapi flestir tímaseðlar, þar sem skipulag hvers tíma, þar sem að er farið yfir ákveðnar æfingar. Þannig að hér sjáum við tímaseðlinn fyrir 4. tíma í LSL 101. Þannig að nemandi getur séð í rauninni alla önnina hvernig hún liggur fyrir. LSL 201, hér eru nánast allir tímaseðlar inni, þannig að það liggur allt fyrir. Fólk getur skoðað fram í tíma það sem á að gera, skoða allt bóklega námsefnið og verið vel undirbúin, þar sem allt liggur fyrir. Þannig að þessi síða er, eins og segi, er lokuð og aðeins nemendur ársins hafa aðgang að henni, en hér má fara líka að skoða námsefni annara áfanga ef að mikill áhugi fyrir hendi. Einnig af þessari síðu eru niðurstöður úr verklegu prófunum sem eru framkvæmt einu sinni enn. Og alveg eins er AFX áfanganir settir upp. Ef við tek fótboltan hér sem dæmi, að þá er einhver námskrá sem liggur þar að baki, þannig að við erum að vinna með ólíka þætti á hverju önn. Það sem að við farið djúpt ofan í hvern áfanga. Hér er eitthvað svona myndræn tjáning á því hvernig þetta er byggt upp. Við erum hérna í heildina, við erum ávallt að vinna í stóra menginu með móttökur, sendingar, boltameðferð. Kjarninn í þessu öllu er stjórn á líkamannum, en áherslunar í hverjum áfanga eru spyrnutækni tekin fyrir, vinna með ólíka spyrnutækni á báðum fótum, gabbhreyfingar í 301, varnarvinna einstaklingsins í 501 og svo framvegis, markaskorun 601. Hugsunin hér að baki er svo að það sé spennandi að fara inn í nýjan áfanga, að fara inn í nýja önn, og ekki að séu bara sífelldar endurtekningar á einhverjum viðbótar tækniþjálfum sem að er kannski keimlík því sem að er verið að vinna með inni á flokksæfingunum. Þannig hér er farið meira ofan í smáatriðin og æfingarnar eru ekki sérlega krefjandi. Það er dálítið mismunandi hvernig námsmatið er í AFX áfangunum. Það er sami kennari sem sér um alla LSL kennsluna, en eðli málsins samkvæmt ólíkir menn sem sjá um tækniþjálfuna í fótbolta, handbolta og svo körfubolta. Þannig að námsmatið er dálítið ólíkt. En það geta verið verkleg próf, geta verið verkefnaskil og ólík samsýning á þessu við svo mætingar. En það er sama hér, það er unnið með ákveðin atriði í hverjum tíma og reynt að kenna meira og í gegnum fjölda endurtekninga og endurgjöf frá þjálfara. Og leikæfingar sem slíkar, það er að segja að keppa í íþróttagreininni sjálfri er ekki sérstaklega mikið einhverjum einstaka tilvikum er það gert, en mestmegnis er þetta í svona það sem að einstaklingurinn er meiri fókus. Nú, svona er þetta afrekssvið byggt upp í grófum dráttum, hefur orðið öflugur með hverju árinu og rútineraðara hjá íþróttafélögunum og við á Haukum hefum tekið þetta mjög föstum tökum og vinnum þetta á mjög skipulagðan hátt, enda hefur fjölgunin verið mikil á síðastliðnum 2-3 árum og í sumum tilvikum erum við farin að takmarka nemendur sem við getum sinnt, einfaldlega vegna þess að það eru bara ákveðnir stokkar í töflu sem við getum nýtt í að kenna þessa áfanga og þeir eru ekki sérstaklega margir, og við viljum halda gæðum í þjálfuninni, þannig að það verði ekki of margir nemendur per þjálfara og það er kennsla bak við hverja einustu einingu hjá okkur. Nemendur eru ekki að fá metið eitthvað annað sem þeir gera annar staðar inn á æfingu hjá sér eða að því þeir séu að æfa með meistaraflokki, heldur er virkileg kennsla í hverjum einasta tíma. Þannig að ég vona að þú hafir áttaði á því hvað afrekssvið Hauka gengur út á. Nú ef þú vilt skoða afrekss skólahauka,
að þá getur endilega smellt á þessa slóð hér